hann mestur á Sigurðan Davíð Þórisson, hann bráðalæknir og vinnur á bráðamóttökunni sem læknir á gólfinu og svo vinnur hann teknikinn sem starfi í gæðamálum og hann ætlar að hans erindi heitir lést og skráning og áður óþekktur sjúkdómur í rafræði sjúkraskrá. Hvað ertu með þetta? Þú klárar þessi ég. Annur þessu. Já. Ég hitti gamlan vin hérna frammi áður en rétt að hann og það er hvort það sé góð vin með lengur. Hann bauði mér svona rótarskot. Mæðin fann að kurra svolítið, það var nú fann að kurra áður. Ég veit ekki hvort þetta tryggja öryggi hérna eftir þetta. Það skal ekki ef þið hinn búin að taka þetta líka. Já, sko það byrja hérna. Já, ég sem sagt að starfa á bráðamóttökunni í Fossvogi sem bráðalæknir. Ég menntaði mig líka í Svíþjóð eins og Birgir og glímir sömu vandamál að hægt að segja also. Sum orðið bara ekki hægt að finna í íslensku en ég fann fljótlega út úr því þegar ég byrjaði að vinna að tölvukerfi voru ekki alveg að vinna með mér og ég fann að það þurfti að gera ýmislegt þess að laga þau. Þannig að ég með minn forritunar og tölvu bakgrunn ákvað að vinna fyrir gæðasvið og einnig í 50% vinnu þar og einnig fyrir HUT, það er þess að heilbrigðis- og upplýsingatæknideild spítalans. Það sem að ég er að reyna að berjast fyrir að fá betri tölvukerfi og aðalega sjúkraskrárkerfi. Í þessari vinnu minni þá komst ég að því að það er ýmislegt ábúðavant í skráningu og þetta er nú ekki rosalega svona sexy efni að tala um skráningu, það finnst einhverjum sérstaklega gamla ræðir þetta svona í partíum en þetta er mikilvægt og það er heldur við komið ljósina fyrir að skoða tölur og skoða tilfelli. Ellendis kom nýlega stúdía sem að uppdataði sjúklingaskaðatölunar og það eru talað um 400.000 sjúklinga á ári í Bandaríkjunum. Þetta er yfirfært á 1000 dauðsföll á dag og þetta er mun hærri tölur en það áður sést. Ef við yfirfærum þessar tölur til Íslands með einhverjus konar grófri nálgun þá erum við að tala um 400 Íslendinga á ári. Og ég gerir ráð fyrir að sé mikil pluss og mínus í þessum tölum. Þetta er gróft mat, það er erfitt að mæla þessar tölur en þetta gefur til kynna að vandamáli er stórt og raunin eru að tala um tvö flugslys á ári og það er alltaf gaman að bera saman heilbrigðisgeirann við fluggeirann. Flugslys eru náttúrulega augljós, það eru reykur og eldur, þetta sést vel þegar verða atvik, þegar atvik verða á spítalanum þá verður minna sýnilegt, sjúklingur deyr inn á stofnun og það þykir sjálfsög ekkert merkilegt, fólk á að deyja þegar það er veikt og það er ekkert óeðlilegt við það. En þegar svo er farið að skoða tölur eða að rýna ofan í tilfellin þá koma oft hlutinir í ljós og ég fekk núna að skoða rótagreiningatilfelli Landspítalans en það var byrjað á rótagreiningu 2013 og síðan þá eru 19 alveg tilfelli sem er skoðið mjög ítarlega, rýnt í sjúkraskrána, tekið viðtöl við sjúklinga og aðstandendur og starfsfólk sem kemur að málinu og þar kemst ég að því að skráning er stórt vandamál í sjúklingaskaða. Ég ætla ekki að fullyrða að þetta sé orsakavaldur einn og sér en kemur víðsvegar við sögu og í sömu tilvikum spilar þetta talsverða rullu. Byrjum að tala um tilfelli sem að var hérna nýlega. Það er ung stúlka sem kemur að bráðamóttökuna með kviðverk og fyrir venjulega rannsóknir reynist vera fyrir eitthvað saklaust á þeirri stundu, fer heim og kemur síðan aftur viku seinna þá er móðurinn að koma að henni þar sem hún er annars óræði heima hjá sér og hringir á sjúkrabíl. Á bráðamóttökunni er hún klárlega í losti með háan hita, lífsmörkin snarbrengluð og glegstinn á gjörgæslu með kemur daginn og hún er með streptococcal toxic shock syndrome sem hefur verulega háa dánatíðni, alltaf 50%. Stúlkan liggur 7 daga á gjörgæslu
og síðan 10 daga á deild og það að gera aðgerð á brjóstum þar sem implantu verður tekin og fjarlægur gröftur. Það kemur síðan í ljós þegar tilfellið er skoðað að það var tekið þvagrækt viku áður þar sem að ræktuðu streptokokkar, grúpu af streptokokkar og kerfin okkar einfallega eru þannig að þau reagir ekki á niðurstöður. Það er hringt út af jákvæðum blóðræktunum en ekki út af jákvæðum þvagræktunum. Og þvagræktunum eru einfallega það margar á spítalunum á hverjum degi og það er ekki hægt að hringja út allar þessar ræktanir. En þarna vil ég meina að kerfin okkar eiga að grípa inn í. Þarna á einhver tölva eða rafrænt kerfi að grípa inn í svo að mannlega höndin missi ekki af þessu. Sem betur fyrir fór þetta betur en áhorfist og en það eru lærdómar sem þetta að draga á þessu tilfelli. Og þetta kemur inn á stórt vandamál sem með viðgangandi á okkar stofnun og það er vinnulista umhverfið. Við erum með vinnulista til þess að fylgjast með niðurstöðum og staðfesta blöðu og rannsóknum og annað en þeir eru illa hannaðir. Hver vinnulisti er allan að fyrir mig að þannig að ég þarf að klikka nokkur músaklikk til að komast inn í atrið, síðan þarf ég að opna atrið og skoða, staðfesta, loka þig aftur og fara aftur inn í vinnulistan. Við læknar þekkjum þetta er flókið ferli. Þegar maður er með kannski 30-40 atrið við daginn, þá tekur þetta einfallega allt og langan tíma og við höfum ekki þennan tíma. Og kerfið er aukast ekki hanna til þess að dekka læknar sem fara í frí eða veikjast. Þannig að það þekkist vel að rannsóknir þegar það þarf tím. Þegar læknir pantar rannsóknir og fer síðan á aðra deild, þá gerist það gjarnan að enginn fylgir eftir niðurstöðunni. Raunulega tilfelli þar sem að sjúklingur útskrifast af skurðdeild, teknir kansermarkarar, kemur í nokkrum mánuðir seinna með manifest kanser og þá sést það að enginn hefði séð þessa niðurstöðu á markarunum. Og þetta er ekki einsdæmi. Eins og segi, vinnulistumhverfi held ég að sé það er góð hugsun en þetta er illa útfært og það þarf að laga. Núna í október bað ég okkar fólk að kanna aðeins tölfræðina og þá kemur ljósa sá læknir sem að metið í óstaðfestum niðurstöðum á vinnulista á 946 blöð. Þarna inn er örugglega fullt að lækna bröð eða nótur sem eru ófrágengnar. Það eru sjúklingar sem að bíða þá eftir að fá sína nótur senda til heimilislæknis til dæmis. Elsta óstaðfesta blað sem fannst í þessu bunka var frá 2003. Og það er ekki að furða þegar vinnulistin er svona flóknir að vinna með. Þá segja læknar bara við viljum fá pappirinn aftur og pennana. Við viljum fá þetta eins og það var í ganda og það virkaði. Ég var með bunka á borðinu sem ég gat tjekkað á og sendt áfram. Þegar einhver var veikur þá kom bara 2 bunkamenn og fylgdist með honum. Og ég veit dæmum að fólk að læknar nota alls konar plástranir til þess að leysa þetta vandamál. Það til dæmis bókar símatíma afgreiðslu sögu og fylgist þannig með rannsóknarniðurstöðum. Þetta er svona flókin ferlið, flókin plástrum fyrir ferlið sem á að vera einfalt. Hraustur meðaldarsjúklingur fellur, fær einfalt lærlegsbrot og rifbeinsbrot, gerðan aðgerð, leggst inn á bæklunadeild, setja á höfði að þið sýnt smá mara á heila og þess vegna var ákveðið að gefa ekki blóðþynningu eins og venja er. Sjúklingur batnandi legum fær skyndilega hjartastopp og deyr. Og þegar farið að skoða þetta tilfelli þá kemur það svona fjaklungnaembolíu en þynningin var þannig að þegar var tekin viðtöl við sérfræðinga þá kemur ljós að sérfræðingar hefði beðið sín unglæknum að kanna að fá ráðgjöf hjá heimildarlókunum, blóðlæknum en það veit enginn af hvort að það hafi verið gert vegna þess að það finnst engin ráðgjafanóta, það finnst engin skráning þessi samskipti að þetta ákvörðunarferli. Og þetta er ekki einsdæmi, þetta er viðgangandi víðsvegar á spítalanum og það er skortur á skráningu. Ráðgjafir fara mikið fram munnlega, án þess að segja skráðanótur, bakvaktar alveg forvartinni, engin nóta samskiptin, dagnótur eru ofta ekki gerðar. Ég sá nýlega tilfelli þar sem var sjúklingur inni með hertalum eftir heilablóðfall og það er ekki skrifið ein dagnóta í 7 daga. Símtöl við sjúklingar er ekki skráð. Og það er auðvelt að kenna læknum leti og já, bara að nennast ekki. En vandamálið er samt eins og með hitt að við erum að drukna í álagi
og þegar kerfið minn ekki með okkur þá getum við ekki sinnt þessu eins og við vildum gera. Hérna skulum bara skoða eitt dæmi hvernig við skráum nóti í sögukerfi okkar. Nú við þurfum að finna lausa tölvu, það ekki gefið málið, það ekki ein vinnutölvu á haus. Við þurfum á stundum að ræsa tölvuna, hún oftar en ekki vil endurræsa sig til þess að uppdatera Windows, síðan þurfum að skrá okkur inn í Windows, við þurfum að skrá okkur inn í sögu, við þurfum að finna kenndisjúklings, finna lótusjúklings, við þurfum að stofna blað, við þurfum að fletti gegnum önnur blöð og rannsóknir þess að koma að átta okkur á samhengi í hlutana og svo getum við loksins byrjað að skrifa. Aftur fullt af músaklikum. Berum það saman við gamaldagsformi þar sem við fengum blað, við settum limað og skrifum. Punktur. Og þetta staðreyndin í dag. Og þetta valdur streitu, þetta veldur álega, þetta veldur frústrasjón. Þegar mann get ekki breytt sín í kerfi sem maður verður að vinna í, þá veldur þetta augljóslega óánægju og það skila sér í því að það hefur áhrif á ákvörðunartöku og svo framvegis og hefur áhrif á vinnuumhverfið. Nú hér stúdía sem að var fylgst með bráðlækna vakt í 10 klukktíma, kom að daginn að hann stóð 44% tímans við tölvu að skrá nótur, 12% tímanu var hann að skoða rannsóknar niðurstöður eða önnur samskipti, sem sagt meir en helminga tímanu stendur við tölvu og meðan byggðist á fulla sjúklingum bráðamóttökunni. Og það mældist auk þess að 4.000 músaklikk á vaktinni. Klikk. Þetta klikkun. Og svo það nú annað að það ekki bara skortur á skráningu, heldur líka vandamál að hvernig við skráum. Gæðin á skráningunni ekki góð. Það líka vegna þess hvernig sjúkraskrárkerfið hannað. Copy-paste kultúr þekkist víða. Við tökum afrit af nótum annar og sittum með okkar nótu. Við tökum afrit af rannsóknarniðurstöðum. Hér helmingun á nótunni sem annars ágætist nóta en helmingunan bara copy-paste. Afritun á heilsufarssögu tekin annars staðar, lyfjasaga tekin annars staðar, ofnæmissagan og svo rannsóknarniðurstöður og þetta tekur tíma fyrir lækninn að skrifa þetta upp. Það þarf að horfa annars skjá til þess að setja rannsóknarniðurstöður inn. Þetta sóun á dýrmætu starfskrafti. En þetta vegna þess að kerfin bjóð okkur ekki upp að sjá allt þetta einu samhengi. Það til lausnir á þessu, ég kem að því sér. Hér tilfellum sjúklingslegstina á meltingadeild, kemur inn á bráðamóttökunda blóðum uppköstum, fer inn á deild þar sem að hann fer fyrst inn á gang, að einhvern veginn skila sig ekki úr rapportinu, þetta væri meltingar, magablæðing og sjúklingur synkopera 2 sinnum í legunni, versnar, hrakar í lífsmörkum, gjörgæslulæknar reyna að setja æðalega gengur ekki og taka ekki á gjörgæslu, öðrum degi fær sjúklingur blæðingarlost og deyr og reynist fyrir með stóra magablæðingu. Það sem að gerðist þarna þegar var að fara að skoða þetta að fyrir að fyrst að þá skoðu hjúkrunarfræðingar ekki nótu lækna fram bráðamóttökunni, það sem kom fram væri magablæðing, þannig að þau vissi ekki að þetta væri magablæðing og sjúklingur sem óstabill settur á gang. En það var ekkert skárið á lækna, þeir lása ekki framöndunótur og vissi ekki að sjúklingur hefði synkopera 2 sinnum í legunni og áttu þess að þessum ekki á því hversu alveg tilfellið var. Þetta viðgangandi af því að við erum að vinna með hólfaðar upplýsingar, lotur, mismandi einingar, blöð eftir stjettum. Það alveg þekkt í róttækjum tilfellum að sjúkralegar lesa samverkusamlega lífsmörk að læknar skoða þetta ekki, að þetta ekki aðgengilegt. Mjög gaman að sjá Ebbuðin að kinka kolli, ég ekki einnig með það greina. En á hut erum við að vinna með heilsugat sem er svona stuðningskerfi sem að hefur verið að þróast hratt undanfarin ár og í því núna komin hugmynd tímalínu þar sem við reynum að að laga þetta vandamál með því að hafa samfellda sjúkraskrá á einum tíma árs. Þetta held ég muni gjörbreyta hvernig við vinnum. Í staðinn fyrir að fletti gegnum þessum mismandi einingar eins og lýsa þá sjálf allt á einu stað, rannsóknarniðurstöður, nótur, lyfseðla, hvað sem það heitir. Allt út frá sjónarmiði sjúklings. Það skiptir náttúrulega miklu meira bara í hverju sjúklingin að lenda frekar en hver skrifa hvað og hvar og hvar það gert og hvernig. Ekki bara eru sjúkraskráin hólfuð, heldur seinlegt að opna sjúkraskrá. Sjáðu hvað ég oft með hérna músaklikka myndina. Þetta alveg viðlóðandi. En vandamál náttúrulega að eins og ég sagði áðan að það erfitt að komast í tölvu, auðvitað að seinlegt að opna sjúkraskrána
Þetta þýðir það að við höfum tilfelli þar sem að við vitum að sérfræðingar hafa ekki skoðað sjúkraskrá sjúklings í legu. Við vitum að bakvaktir oft taka ákvarðanir á þess að bara út frá upplýsingum frá unglækni sem að hringir, það upplýsingar símleiðis, og ég veit tilfelli að bráðamöndunum sem að hjartalækni kemur seint inn vegna þess að sennilega vegna þess að það hefur ekki fengið aðgang að réttum upplýsingum. Það er þess að ég tel að ef hjartalækni hefði séð EKG í sjúkraskránni, hefði séð réttar upplýsingar í nótunni, þá hefði hann komið fyrr. Og þetta voru tilfelli sem að enduðu ekki vel. Við vitum að ráðgjafur veitt alveg að sjúkraskrá skoðuð á sömu ástæðum. Endurlíkunarteymi í 2 rótagjörningatilfellum hefur lýst frústrasjón á vettvangi vegna þess að þau hafa ekki aðgang að upplýsingum. Þetta eru mikilvægar upplýsingar þegar þú ert að taka ákvarðanir á ögurstundu. Er sjúklingur FME eða ekki? Eitt sjúklingur endaði á gjörgæslu sem var skráður FME. Og þetta er alvarlegt mál. Það er það. Lausnin á þessu er að sjálfsögðu að koma að spjaldtölu eða spítalanum. Við þurfum að hafa betri aðgang að sjúkraskrá í spjaldtölu, í snjallsímum og þeim tæki sem er í boði, en við segjum við hátölvum. Við þurfum að koma hratt vel í það í gegnum eitthvað eins og tímalínu, og tímalínu og spjaldtölu vel saman. Þess vegna teljum við að áhersla á tímalínu sé að eina rétt að gera. Það er hægt að skoða sjúkraskrárna strax við hlið sjúklings. Það er auðvitað að skrá nótu við hlið sjúklings, það er ekki að rafræn fyrirmæli strax, lyfjafyrirmæli og svo framvegis. Forvaktin til dæmis getur þá tekið mynd af skurðsári, sendt til bakvaktarinn heima, skurðlæknisins sérfræðings á bakvaktinni og leita ráða þannig. Við getum sendt myndir til húsgötumlæknis, fengið konsult á nokkrum mínútum. Allt gengur miklu hraðar þegar aðgengi er betra. Nú er ég búin að segja ykkur frá tilfellum sem að skráning er að valda mistökum eða skaða eða að spila með í skaða, en það er líka framtíðar möguleikar sem við erum að missa af möguleikum tækninar. Nú til dæmis er vöktunarkerfi eitthvað sem að þekkist út og heitir Clinical Decision Support, og það gengur út á það að einhvers konar svona heili vaktar alla parametra inn á sjúkrahúsinu. Það getur verið lífsmörk, rannsóknarniðurstöður til dæmis, og reykjar og flaggar þegar þau eru brengluð. Og dæmum tilfelli var til dæmis sjúklingar sem að er inn á deild í jafna sig eftir litla aðgerð, er með væga hýpokalemíu sem að er rétt við neðri mörk og deyr svo hjartastoppi eftir að fengið afibrann eða óglýstillandi. Kemur ljós þegar tilfelli að skoða að þetta vegna að sjúklingur er með lengt QT-bil og hýpokalemi og afibrann er þekkt fyrir að valda enda frekari lengingu og þannig gerist þetta. Tölvukerfi hefði reagerað á þetta. Tölvukerfi hefði séð að kalingildi er lágt og afibrann má ekki gefa samtímis. Það hefði flaggað á þetta. Það er erfitt fyrir venjulega mannesku, jafnvel heilbrigðisstarfsmann með reynslu að átta sig á þessu samhengi. Og annað tilfelli þar sem að sjúklingur fær heilablæðingu á nýrnadeild, það var flókið tilfelli vissulega, en það sem að gerist er að kleksan gjafir leiða til þess að anti-XA hækkar í legunni og enginn reagerar á það vegna þess að hversu flókin legan er. Margir læknir sem koma að sjúklingum svo framvegis, aftur enginn sem fylgist með rannsóknarniðurstöðum, en allan að því það að kleksangjafina hefði átt að stýra út frá anti-XA-gildunum en gerist ekki og hann fær blæðingu. Regluvél eins og við viljum vinna með í heilsugátt hefði leyst þetta vandamál eða komið veg fyrir þetta vandamál. Þetta eru beinir skaðar sem ég er búin að tala um. Það er líka óbein áhrif sem verðum að hafa í huga. Þegar kerfin vinna ekki með okkur verður gremja og pirringur eins og ég sagði áðan, veldur auknu álagi, veldur streitu, veikindum, hefur áhrif á ákvörðunartökuna. Við nýtum starfsfólki verð, þetta hefur áhrif á þetta lagar ekki mannækluna sem er fyrir. Þetta veldur töfum í uppbyrslu meðferð og endanlega það til þess að rúmanýtingin er meira en hún ætti að vera. Og ég ætla að finna mynd af manni að reyna að hlaupa í sírópi, það er svona hugtæki sem við þekkjum vel, en ég held að honum þessum börs hafi örgulega liðið svipað hann á tunglinu. Nú, þetta eru stóra fulleringar, en hvað veldur? Jú, svona tema hjá mér er búin að vera svolítið gegnum gangandi að kerfin eru ekki að mæta þörfum notendana og það eru örugglega margar ástæður þar að baki, svo til dæmis að vantar meiri kennslu. Læknum er svolítið hent í lögin og það bara að byrja að nota kerfin, unglæknar kvartar mikið undan þessu. En aðamáli er, held ég og fleiri reyndar, að hönnunarferli fyrir sjúkraskrárkerfi er einfaldlega rangt.
Það að outsourca sjúkraskrárkerfi þýðir það, þau eru hönnuðstar út í bæ, þannig að klíningin er ekki nálægt, hugmyndir fá ekki að skila sér inn í sjúkraskrárkerfin eða þá að þær skila sér illa og hugmyndir eru oft hvernig sjúkraskrárkerfi að þróast er ofta ákveð á skrifstofu umhverfinu þar sem að við prófum kerfið í einhvern svona ímyndari deild sem að hefur 1-2 sjúklinga og þetta gengur vel að klikka þegar sjúklingarnir fáir en leiðum við komin í raunvöld umhverfið með 30-40 sjúklinga vaktir svo ég get stundu lett í að bráðamöndum þá bara klikkar þetta, þá stendst það ekki álasprófið. Þá þarf kerfið sem er hanna lokalt sem byggir á hugmyndunum úr klínikinni og er búið að prófa með klínikinni og svo framvegis. Að gaman að segja frá því að sagan var innleidd fyrir 21 ári síðan. Diana prinsessa var að skilja það ár, var ekki eins og búin að deyja. Forrest Gump var vinsælt í bíó, frumstæði GSM símar að koma, Google var ekki til, Wikipedia var ekki til, Facebook var ekki til, spjaldtölvur og voru ekki komnar. Saga er mest notað tæknitólið á Landspítalanum en jafnframt elsta kerfið. Setjutækin úreldast á 7-10 árum að það er ný tækni og þess vegna er það skipt út. Food for thought. Það sem ég vil segja með þessu er að þetta er svolítið ósynlegt vandamál. Það er enga tölur sem æpa og segja að hvað er að gerast. Þetta er raunverulegt vandamál. Það þarf að taka á því. Þetta lagast ekki að sjálfu sér. Örstuð til lokin, heilsugott er þess að hönnuð af teymi sem situr hann upp á Birkiborg. Við erum nokkri læknis og hjúkrunarfræðingar sem eru í daglegum samskiptum við þessa góðu gaura og okkur er tekist að þróa marga góða hluti. Við telum okkur þróa hlutina 10-20 hraðar en hefðbundin sjúkraskrárvinna hingað til. Við erum með marga hugmyndir sem hafa komið beint frá gólfinu þar sem ég hef verið samskiptum við lækna, þeir hafa sagt mér hluti sem ég vil að breyta og ég fer og tala við foreldruna daginn eftir og það er lagað. Á teikniborðinu eru marga hluti sem munu laga þessa hluti sem var að minnast venna áðan og mér langar bara að sýna ykkur eitt hérna alveg stórskemmtilegt sem að byggir á því að laga útkastími endurlíkunarteymisins. Hérna sem sagt erum við með svona ímyndað heilsugátt. Og ég er að velja hérna ímyndaðan sjúkling. Ég er að fara inn í endurlíkunarteymið er ræst þannig í dag að við verðum vitna einhverjum sem fer í hjartastopp og verðum endlaus. Við hlaupum inn á næsta síma, hringjum í skiptubörði sendir píp á fullt af 7 aðiláti í húsi. Þeir fá pípið, hringi skiptubörðið, karla hvar er atvikið að gerast, hlaupa stað, bætangað en sjálfsög átt að vera þannig að þú ert með spjaldtölun hjá sjúkling, sér það eitthvað að gerast, ítur að takka, útkallið fer á stað og hinn er út í húsinu í endurlíkunarteyminu er að sjálfsög með tímalínu og heilsugátt í sínu snjallsíma, fá þar skilabóðin, tímalínan opnast til leið þannig að þeir hafa strax aðgöngu sjúkling á meðan þeir að hlaupa upp, þeir eru komnir kannski 2-3 mínútur fyrr með allar upplýsingar sjúkling þegar koma á staðinn og geta strax byrja að taka ákvarðanir. Þetta er framtíðarsýnin sem ég vil sjá. Og þar með ætla ég að þakka fyrir mig. Frábært, þetta var alveg magnað fannst mér. Ég held að sé hættilega að leggja sinna á Landspítalann en það þýgur til ekki flugvél. Með þetta en við getum alltaf gert betur. Við höfum 5 mínútur fyrir fyrirspurnir. Það hljóta að vera einhverjum fyrirspurnir eða jafnvel ábendingar á gólfinu hvað við getum gert betur og hvatna á kvennasviði. Er allir í losti bara. Engi fyrirspurn. Já, við lítum eftir Davíð. Já. Ég get bara sagt þá aðeins frá mínu brjósti því ég er svo vörðball eins og einhver góð kona sagði þennan daginn að ég fann að afsaka það við sjúklingana að ég tala meira við tölvuna en sjúkling. Ég horfi meira á skjáin en í augun á sjúkling. Og að þetta tala að fylgja eftir rannsóknarniðurstöðu, þá hef ég líka lagt það í væna minn að segja ég er nú hérna í dag, ég kem ekki hérna morgun, þegar þú kemur eða eitthvað viltu minna á að þessari niðurstöðu sé fylgt eftir. Ég svolítið lætt sjúklingin aðeins vita, ég tók þessa pröfu,
ég tók þessa ræktun, þetta úr þínum krossi, þetta bara pikka inn í næsta þetta og það kannski ekki endilega faglegt en að því að við erum á öðrum stöðum. Það ekki að segja. Takk fyrir. Við langar bara til að við gaman að heyra þetta náttúrulega mjög frústrerandi líka að heyra þessa lýsingu og hún ekkert ókunnug til mér og ekki heldur í að sér mjög svipuð og gefur á löndum. Og ástæðan til því svo að heilbrigðiskerfið óbóðslega flókið og ef að þið hugsaðu það sem ég var að segja þá held ég að hann ekki minnst á þörfum í því sem ég sagði og ég held að og þess vegna þannig að mörg fyrirtæki og stofnanir sem að byggja ákveðin kúltúr þau treysta þeim ekki á að þau geti gert það gegnum tölvukerfi. Það óbóðslega mikilvægt að hafa tölvukerfi sem að hjálpar og styður og minnkar hættuna á mistökum og það höfum við ekki í dag og ég snakki þess mjög vel. En ég held að þess vegna er mikið af því sem þú ert að lýsa, þess að ég lýsa þessu, það sem ég kalla sequential vinnubrögð, þar að segja að við erum öll að vinna, við erum ekki að vinna saman í heimi, þetta er alltaf, við treystum á það að við getum lesið í tölvunni einhvers staðar það sem hinn var að gera, en við lesum það ekki og þess vegna er svo mikilvægt að maður vinni saman og skapi heimi þar sem maður minnkar þessa hættu á því að upplýsingar glatist og það er ekki að þessu vinnubröðu sem við sá hérna á þessum tilfellum voru sekvensjar, ekki parallel, það er að segja samtímisvinnubröðu sem er eitt af mjög mikilvægum flæðisprinsipum en að öðru leyti er ég hjartanlega sammála þessar útbröðsum. Nei, ég held að einhver við betta, ég kannski að við erum að tala alltaf flugslýsi, við erum alltaf borið saman, sko, það er gaman að segja frá því að flugstjórar, þegar flugstjórna klefar eru hannaðir, það eru þeir gerðir í samvinnu við flugstjórana og það er til alveg sérfræðingar sem að vinna í því að hanna flugstjórna klefana og þess vegna segi ég oft sko að meðan þeir eru konum með nýjustu kokpitina hérna í 747 þá eru við ennþá með DC-3 á sjúkrahúsunum. Það er mín skoðun alveg. Bara læknar. Þetta frábæra erindi, hérna er í spurningu, eru einhver plön það á spítalanum, einhver stefna í því að spjallum væri eða tíma eða stefna? Já, vonandi núna. Jú, það er vissulega búið að tala spjaldtölu og aftur allir á því þetta er mikilvægt en forgangsröðunin er byggð á fjárveitingu og fjárveitingin er eitthvað sem er til takmarkað í þetta mikilvæga verkefni. Það er kannski þess vegna sem ég er hérna að tala. Ég er hérna að vekja athygli á að við þurfum að sinna þessu mikilvæga tóli. Þetta er kjarnatóli í okkar vinnu. Þannig að vonandi breytir þetta einhverjum áherslum. Ekki að gefa það í klart.